Þau eru sest hérna hjá mér Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Verið velkomin. Takk. Takk hérlega. Við skulum vinda okkur beint í kannski stærsta fréttamáli dagsins sem eru fyrirhugaðar breytingar á fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Það ýmislegt þar sem vekur töluverða athygli, sérstaklega kannski niðurskurður eða lækkun á áður boðuðum hækkunum meðal annars til öryrkja sem hefur kannski verið stærsta málið. Kannski byrjum á þér Þorgerður Katrín, hvað er það svona helst sem þér fyrst hingað í stúf í þessum breytingum? Já, það er einmitt nákvæmlega þessi niðurskurður til aldraðra og öryrkja og líka einfallega þegar uppi staði niðurlægingi sem að meirihluti fjárlaganefndar stendur núna frammi fyrir. Það ríkisstjórnin beinlínis tekur málið inn til sín og hefur náttúrulega átt að sýna sóma sinn í því einfallega að flytja málið aftur. Kemur með sína breytingatillögur, meðal annars að skera niður til aldraðra og öryrkja og skera niður svona dittin og dattin í annar staðar en skilur eftir fjárlaganefndina með ekkert svigrúm til þess að koma til móts við ákveðin sjónarmið bæði framlegð sem að þarf að fara í, eins og til dæmis biðlista SÁÁ og fleira. Þannig að ríkisstjórnin og meirihluti fjárlaganefndar er strax byrjað að hverfa frá markmiðinu sem að kemur mjög skýrt fram í fjármálastefnunni að skila, afkomumarkmiðið er alltaf að það verði aldrei minna en 1% miðað við landsframleiðslu afgangurinn, en hann er strax komin undir 1%, þannig að þau eru strax byrjað að hverfa frá stefnunni og ég hefði nú haldið að aldrei minna en 1%, sko, það er engin vikmörk þarna, þú átt ekki að geta farið undir. Þannig að annars vegar er ábyrgðarleysi finnst mér og síðan á sama tíma og það er verið að skera niður til aldraðra og öryrkja þá er verið að keyra í gegnum þingið. Bókstaflega keyra í gegnum þingið veiðigjöldin og ég held einmitt núna sé lag til þess að bíða svolítið með veiðigjöldin og lækkun á auðlindagjöldum á útgerðina og veiðigjöldum á útgerðina að bíða eins með það mál, framlengja núverandi ástandi til þess einmitt að koma til móts við aldraðra og öryrkja. Mér finnst það svona það sem að slær mest þegar maður er að horfa á þessar breytingar leið og við boðum það að við viljum auðvitað aðhaldssöm fjárlög og við erum komin náttúrulega með ákveðna tillögur í Viðreisn, en þetta er ótrúlegt að ríkisstjórn undir forystu Vinstri grænna skuli hafa forystu það að minnka það sem þó var lítið fyrir. Logi, ertu sammála þessu? Er þetta verið að ganga á það sem átt að renna til öryrkja, aldraðra og annað bágstaddra hópa í samfélaginu en á sama tíma verið að auka hlut útgerðarinnar? Já, alveg klárlega og við sjáum í rauninni að upphaflega fjárlagafrumvarpi var ekki að tryggja hvorki efnahagslegan né félagslegan stöðuleika og núna sjáum við hvað í rauninni forsendur fjárlagana voru veikar að þær brustu, nýjar forsendur laðar fram, við það þarf að stoppa upp í ykkur gat og þá er ráðist á þá hópa sem að veikasti standa fyrir, hafa ekki notið góðærisins og kjara aukningar í uppgangnum. Þetta er svona ekkert ósvipað og lappar fram hjá svöngum einstakling og réttir að honum samloku og svo þegar hann ætlar að teygja sig í hann þá grípur hann aftur, tekur 1/4 og hendir inn og lappar burtu. Þetta er auðvitað bara blaut tuska framan í þessa hópa sem að hafa verið skildir eftir. Við í stjórnarandstöðunum munum auðvitað koma með breytingartillögur við þetta. Auðvitað hefðum við lagt fram allt öðruvísi frumvarp. Við munum leggja fram tillögur í 17 liðum sem kostar 24 milljarða. Við erum hins vegar með tekjuöflun á móti og mundum skila með meiri afgangi. Af því að það þarf núna líka þegar við erum að keyra inn í niðursveiflu, þá þarf ríkissjóður að hafa meiri afgang til þess að geta viðhaldið félagslegum stöðugleika í landinu. Við erum náttúrulega að sigla inn í mjög erfiðar kjaraviðræður og það sem er stál í stál, allt öðruvísi verkalýðsforysta en hefur verið hérna lengi og það er alveg augljóst af bæði orðræðu og samtölu sem á við þessa nýju forystumenn verkalýðshreyfingarinnar að það er gerð sú krafa að hið opinbera komi að lausn þessa vandamáls með tillögur í skattamálum, með tillögur í bótamálum, með tillögur í húsnæðismálum. Sjáu þið eitthvað svigrúm í þessu fjárlagafrumvarpi eða einhverja bendingar það að það sé verið að fara að leggja fram eitthvað slíkt sem gæti hoggja á þennan hnút sem til staðar í kjaraviðræðunum? Ég er ekki farin að sjá það að við sjáum ekki merki þessu fjárlagafrumvarpi til þess. Það er alveg hægt að gagnrýna að þú talar um verkalýðsforystuna og nýja verkalýðsforystu sem að mér finnst mjög áhugavert hvernig það er alltaf þróast og það er alveg hægt að gagnrýna svona aggressívan tón en hann er samt skiljanlegur og ég held að burtséð frá því hvernig þau eru að setja fram sína gagnrýni að þá
þá það eitthvað sem að við í stjórnmálunum, hvort sem það í meirihluta eða minnihluta, verðum að hlusta eftir. Það ákall ákveðna breytingar, einmitt til þess að hjálpa þeir sem að lægst hafa launin og við í Viðreisn boðuðum það meðal annars fyrir síðustu kosningar að persónuafslátturinn myndi fjara út með hækkandi launum til að mynda. Ég held að það sé eitthvað sem að við eigum að skoða og það líka ákall eftir öflugri húsnæðisúrræðum, sérstaklega fyrir ungt fólk, láglaunafólk og það eitthvað sem að við verðum að taka til okkar og taka til okkar en ég ekki farin að sjá nein merkjum það í þessu fjárlagafrumvarpi að ríkisstjórnin geti gert eitthvað. Logi, hagkerfi líka á sama tíma að kólna, það alveg rétt, það ástæðan fyrir því að það ráðist í þessar breytingar á fjárlagafrumvarpinu og Seðlabankinn búinn að hækka vexti, svona ekki mjög vinsælt í mörgum kreðsum. En ég meina það þarf eitthvað að gera. Hvað finnst þið til dæmis það að Seðlabankinn hafi gripið þessar aðgerðir sem hann greip? Ég held að það hafi verið fyrirsjáanlegt. Þetta auðvitað ekki mikið en þetta eru erfið skilaboð gagnvart þessum hópum sem eru núna að fara að sækja betri kjör og skiljanlega eru þau að gera það. Þegar að lág- og millitekjufólk jafnvel í landinu á bara orðið erfitt með að lifa frá mánuði til mánaðar þá segir það manni að það þarf að gera grundvallarbreytingar meðal annars á skattkerfinu. Ég ekkert bjartsýnn á að það verið gert vegna þess að fjármálaráðuneytið virðist vera á bremsunni hvað varðandi tekjuöflun en við skulum ekki gleyma því að það hægt að sýna aðhald á mismunandi hátt. Aðhald felst ekki bara í því að minnka útgjöld. Aðhald getur líka falist í því að afla skynsamlegra og sjálfbæra tekna. Og það eru mörg sóknarfæri sem væri hægt að ráðast í. Ég tek eftir því að Þorgerður minnist á húsnæðismálin. Verkalýðsleiðtogi eftir verkalýðsleiðtoga hafa komið fram á sjónarsviðið og sagt núna það verður að gera stóra sátt í húsnæðismálum til þess að koma á móts við fólk á lágum launum, unga fólki sem hefur ekki notið hagvaxtarins síðustu árin. Hvað gerir ríkisstjórnin? Hún í rauninni sker niður 95 milljónir áætlun sem nánast ekkert var og það eru ekkert góð skilaboð inn í komandi kjarasamninga. Þorgerður, þú sammála? Var þetta rétt skref hjá Seðlabankanum? Já, ég held að við verum einfaldlega að treysta Seðlabankanum hvað þetta varðar. Að hann hefur ákveðin tæki, hann hefur ákveðin fyrirmæli sem að löggjafinn búin að setja honum og hann bara ber einfaldlega að fara eftir því. En þetta náttúrulega undirstrikað það og það alveg með ólíkindum. Það verið að ræða hér önnur mál og reyna að blása upp eins og til með þriðja orkupakkan og fleira en við megum aldrei ræða krónuna. Við megum aldrei ræða almennilega nýja peningamálastefnu og það með ólíkindum. Ég ætla einmitt að gagnrýna bæði nýja verkalýðsforystu en líka samtök atvinnulífsins fyrir það að ýta þessu máli alltaf til hliðar og það alveg með ólíkindum að það skulle alltaf vera þannig að við fáum ekki að ræða krónuna af því að núna eru lán heimilanna, þau eru að hækka meðal annars út á krónunni. Núna gengislækkunin sérstaklega tilkomin vegna þess að við höfum þetta umhverfi peningamála sem Nú eru þið bæði Evrópusambandssinnað fólk og leiðið Evrópusambandsinnaða flokka. En nú aftur eru komin í þennan rússíbana sem við höfum oft verið í áður og við erum með gjaldmiðil sem sveiflast eins og lauf í vindi 20% innan skamms tíma sem væru forsíðufréttir á öllum fjölmiðlum í flestum öðrum samfélögum í kringum okkur en einhvern veginn svona hversdagslegt í okkar huga. Hvað gerir það að verkum að við komum þessu ekki á dagskrá? Af hverju eru þeir flokkar, ég meina þið stýrið þeim tveimur flokkum sem eru helst með þá á dagskrá að taka upp aðra mynd, að ganga í Evrópusambandið. Af hverju eru flokkar eins og ykkar ekki þá að njóta meira fylgist fyrst að þetta blasir svona við? Það ekki gott að segja, en þessi margtugða klysja Groundhog Day auðvitað birtast okkur núna. Gátum en séð þetta fyrir sér einhvern veginn öðruvísi heldur en að þegar að kólnar í efnahagslífinu að gengi lækki, vextir hækki, verðbólga fara á stað, minnkandi spenna á vinnumarkaðunum, meira atvinnuleysi. Þetta var fyrir séð. Þess vegna finnst mér að ásamt okkur, þessum flokkum sem að tala fyrir þessu þá verði ég að kalla eftir því að verkalýðshreyfingin taki og fari að ræða þessi mál líka. Þetta eru stærstu hagsmálumál heimila og launafólks í landinu og að minnstakosti verður verkalýðshreyfingin að setjast niður og móta sér afgerandi afstöðu í málinu. Það ekki nóg að segja að við höfum ekki tekið málið á dagskrá. Þetta stærsta málið. Talandi húsnæðismarkaðinn.
Það alltaf verið að tala að við þurfum að lækka byggingarkostnað og þá fara menn og einfalda byggingarreglugerðir og jafnvel ganga á gæði byggingana. En það aldrei talað þennan bleika fíl í stofunni sem blanda af lítilli framleiðni byggingariðnaði og miklum fjármagnskostnaði og háum vöxtum. Það hinn raunverulega ástæða fyrir það alveg brjálæðislega dýrt að byggja á Íslandi. Þess vegna svo mikilvægt að flokkar eins og Viðreisn og Samfylkingin og fleiri sem að tala, Píratar sem að tala fyrir öðrum gjaldmiðli, þora að gera. Þrátt fyrir það sé allavega stundarsakir ekki vinsælt og það í rauninni núna komin 10 ár frá hruni. En alltaf erum við að ýta þessu til hliðar. Þessari raunverulega ástæða þess að við getum náð þessum stöðuleika sem svo eftirsóttu fyrir launþega og heimilin. En krónan, það var fundur hjá okkur í Viðreisn í síðustu viku krónuna og þar kom kaupmaður einmitt sem að hélt fyrir erindi sem sagði mjög skýrt og ég sammála því að krónan bara valdatæki. Hún valdatæki sérhagsmunaafla og almenningur verður að fara að sjá í gegnum þetta. Já, og ég meina það svo margt sem að bara svona hliðaverkun að þessu. Ég meina almenningur hér hefur miklu minni svona verðvitund heldur en fólk í nágrannaþjóðunum bara vegna þess að það verið að krukka með vöruverð á einfaldri dagli. Við erum fannir að sjá auglýsingar aftur kaupið á gamla verðinu. Kaupið á gamla verðinu, skilur við. Hitt sem við myndust á þriðji orkupakkin sem allt í einu orðin stór pólitískt þrætumál mörgum mánuðum áður en þá að taka málið fyrir í þingi. Þetta verðist vera mjög erfitt mál fyrir ríkisstjórnina. Og allir flokkarnir einhvern veginn þrír sem mynda ríkisstjórnina eigi einhverju svona innan erjum út af þessu máli. Það eru fylkingar þar innanborðs með stóraravísu sem að takast á. Þetta kannski sérstaklega, birtingamyndin sérstaklega sterk innan Sjálfstæðisflokksins. En þetta mál sem að myndi vænta meðal annars að flokkar eins og ykkar myndu styðja, ekki rétt? Jú, og það dálítið merkilegt þetta mál kristallar í rauninni stjórnarsamstarfi. Það stundum sagt að stjórnarandstaðan sé ósamstæð. Það alveg rétt, hún það, en hún velur sig ekki saman. Hér hafa þessi 3 flokkar ákveðið að velja sig saman og þeir geta tekið saman höndum svona íhaldssem gildi, varðstöðum sjávarútveg, gengismál og landbúnaðar og eitthvað sem nefnt. En í öðrum málum þau allt öðruvísi og það allt annað náttúrulegt munstur á þingi heldur birtist í stjórn og stjórnarandstöðu. Ég meina við getum séð fyrir okkur fjallalæki sem að liðast niður brekku og vatni finnur sér sinn náttúrulega farveg en svo byrjar skilur ef þú vilt að hann fari eitthvað annað þá byrjar að stífla og það það sem að gerast í dag. Ég held að Vinstri græn séu fylgjandi ásamt okkur þessum þriðja orkupakka. Í stóra samhenginu þetta mál risa umhverfis og mál fyrir Evrópu. Fyrir okkur getur þetta líka haft ágætt áhrif. Þetta eykur neytendavernd og þetta lappar upp á samkeppnismál. Þetta hefur engin bein áhrif og ekki bein áhrif á orkuverð. Hér held ég orkuverð til heimila 3% af útgjöldum heimilana. Þannig að við erum ekki að borga mikið í orku. En gæti þetta orðið mál sem yrði samþykkt og keyrt í gegn þvert á stjórn og stjórnarandstöðu? Það segja að stjórnarandstöðuflokkar myndu koma saman með hluta af ríkisstjórninni til þess að samþykkja þetta mál? Ég held að ríkisstjórnin verður bara að fara að horfast í augu við eigin ábyrgð. Náttúrulega utanríkisráðherra verður náttúrulega að fara að stíga fram og þora að segja. Ekki bara halda sig svona á hliðarlínunni og láta iðnaðarráðherra taka mesta skaflinn og alla umræðuna mitt. Og ég sakna þess náttúrulega að forysta og formaður Sjálfstæðisflokksins og líka formaður Framsóknarflokksins sýnir nú svolítið forist í þessu máli sjálfur og stígi inn í málið en sé ekki í einhverju kapplöpum í einhverju stressi gagnvart miðflokknum til dæmis. En hvað finnst þér efnislegu umræðuna sem þessi stað? Já, það sem ég ætlaði að segja þetta svolítið áhugavert út frá bara almennri pólitík. Það verið að búa til einhvern stráman eitthvað sem engin ógn í gegnum þennan þriðja orkupakka og í rauninu voru báðir fyrstu pakkarnir miklu stærri og mikilvægri, sérstaklega fyrir íslenskar neytendur. Það verið aðskilja framleiðslu og annars vegar og dreifingu hins vegar og það tryggjur okkur í bak og fyrir. Það aðrar tilskipanir sem hafa haft miklu meira áhrif á okkur eins og til dæmis persónuverndartilskipinu. Þar hefði menn átt kannski að taka þessa umræðu. En þess vegna velti ég fyrir mér á hverju verið að fara í þriðja orkupakkan og sem hefur
hvað felur hann í sér? Hann felur í sér aukna neytendavernd, skiptir mjög miklu máli. Skiptir máli líka að þarna erum við að undirstrika út á hvað EES-samstarfi gengur, það verið að afnema hindranir sem mest, hafa viðskipti sem frjálsust, en hann snertir okkur ekki frekar hann ályktanir í alþjóða kjarnorkumálastofnunum. Hann snertir okkur ekki hvað þetta varðar, það verið að efla stjórnsýsluna að mínu mati og ef að menn ætla að fara í það að reyna að grafa undan EES, komið það guðnabenni hreint til dyrana og segja við skulum taka umræðin EES en ekki fela sig á bakvið einhvern populísma eða eitthvað garga útvarpi sögu eða hvaðan sem að kemur. En pólitísku fleigur til þess að fyrir miðflokkin sem klofningur frá Framsóknarflokknum til þess að ná þá reynir á forystu fólks í stjórnmálum og þá verða, come on strákar, í alvörunni formaður Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, þeir segja ekki bofs af því þeir eru svo lafskítrættir við miðflokkin. En þetta auðvitað holur hljómur líka vegna þess að Gunnar Bragi var nú utanríkisráðherra þegar það verður undirbúið þetta, Sigmundur Davíð var forsætisráðherra á sama tíma og þetta mál komið upp á borðið. Jú, auðvitað verið að reka fleyg og að því að þú spyrð hvort að stjórnarandstaðan komi stjórnarflokkunum til bjargar í þessu máli, þá sáum við auðvitað í Noregi að það gerðist að verkamannaflokkurinn kom inn og keyrði þetta máli gegnum ríkisstjórnina, en verkamannaflokkurinn gerði það ekki án skilyrða. Og við auðvitað munum þá áskilja okkur allan rétt til þess að ræða hvaða aðrar breytingar þurfa að eiga sér stað hér á umhverfinu í stjórnmálunum. En síðan þessi umræðu að við eigum að vera svo selektív að við getum bara pikkað þá móla sem við viljum og látið aðra eiga sig. Við eigum hér í sambandi við fjöldamörg ríki sem hafa fært okkur mikinn efnahagslegan ávinning, breytt í íslensku hagkerfi úr því að vera 350.000 manna hagkerfi í 500 miljóna eða 600 miljóna. Og það skiptir okkur miklu máli og það bara mikill ábyrgðar hlutur að fara að nota svona mál, keyra það áfram með legum og útúrsnúningi til þess að koma í rauninni sprungum í okkar svona risastóra hagsmunamál sem EES-samningurinn. Og ég tekur undir með Þorgerði Katrínu, þá það menn bara að segja það alveg hreint út að þeir vilji ekki þann samning. Við skulum hafa það í huga að helstu réttabætur á síðustu árum og áratugum, til dæmis í stjórnsýslunni, það kom að utan. Muni eftir Jóni Kristinssyni á hjólinu, sem að fór með máli sitt 1985 var tekið þá og fór síðan með það til Mannréttindadómstóls Evrópu. Hvað hafði það í för með sér? Það öll stjórnsýslan breyttist, það var afnumið þetta að sami maður væri rannsakandi og dómari. Við erum að fá okkar helstu réttabætur á utan og það sama gildir EES-samningin, við skulum ekki vanmeta það, neytendavendin svo miklu ríkar í dag, almenni borgarar verið miklu betur settur í dag. Það pólitísk ákvörðun að fara að rugga þeim bát að segja, heyrðu, nú ætlum við bara að fara að losa okkur við EES og öðruvís mér áður bráð ef að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að taka þátt í því bixi. En það finnst mér dálítið greinlegt og birtist ágætlega í þessu máli að það séu að verða kannski svona ákveðna blokkamyndanir inn í íslenskum stjórnmálum. Við erum alltaf með mjög breytt stjórnmála landslag frá því sem áður var. Þetta ekki þetta 4+1 kerfi sem var hérna mjög lengi. Við erum núna 8 flokka á þingi og það ekki að fara að engin fyrirsjáanleg 2 flokka sterk meirihluta ríkisstjórn í spilunum, alla 3 flokka. Þannig að eins og í þessu máli, það virðist vera svona að myndast eitthvað svona frjálslynd, eins og við kallum alþjóðlega liberal fylkingar innan íslenska stjórnmálalagsins, en þið tilheyrið Píratar, kannski eitthvað hluti af Sjálfstæðisflokknum og svo kannski svona meiri íhaldssama fylkingar. Eru þið sammála þessu? Já, ég alveg sammála þessu. Ég finn alveg fyrir þessu og mér hefur þótt lengi mjög ákjósanleg svo tilhugsun að flokkar færu í rauninni svona meðvitaðri og upplýstari inn í kosningar og gæfu kjósendur sínum skýrari skilaboðum hvað þið ætluðu að gera. Ég talaði Vinstri græn, þó ég gagnrýni þessa ríkisstjórn, þá talaði ég sem mína pólitísku nágranna. Þegar þau eru það vissulega í mörgum málum og þau eru miklu náttúrulegri samstarfsaðili samfylkingarinnar heldur en Sjálfstæðisflokksins. Ég held að þessi spenna sem að hlaðast upp og hún mun birtast í 3. orkupakkanum, hún mun birtast í þungunarofsmálinu, kosningamálinu og mörgum málum í vetur. Stjórnarskráni. Hún mun á endanum leiða til þess að þetta springur í tætlur og það fylgja sér auðvitað saman þeir sem eru náttúrulegi bandamenn og geta stjórnað án þess að vera að gera málamiðlanir lægsta samnefnina.
Alveg sammála þessu. Ég held að það svolítið forvitnilegt að sjá einmitt nákvæmlega að það þarna frjálslyndi ásinn, svo svona íhaldssemi ásinn, það má líka kalla svona Trump ásinn. Hann svona birtingamynd þess sem ákveðni flokkar eða hópar innan ákveðna flokkar vilja standa frammi fyrir og ég vona að íslenskir kjósendur fara að átta sig á nákvæmlega þessu og þess vegna segi ég, það oft verið gaman í pólitík en þetta mjög áhugaverðir, skemmtilegi tímar. Og ég held að það sé raunverulega miklu meiri áhugi innan Vinstri grænna og jafnvel þingliðsins fyrir því að skoða gjaldmiðlamálin betur og velta fyrir sér öðrum gjaldmiðli heldur en að birtist í rauninni í einhverjum opinberum yfirlýsingum. Ég bara þykist vita þá á samtölum við þingmenn. Já, ég bara svolítið ósammála þarna. Mér finnst Vinstri grænu líða nefnilega alveg ótrúlega vel í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Þú veist, þau reyna að finna einhverja svona af og til eitthvað sem að þau geta svona skýlt sér á bakvið svona í heildina séð og við erum að sjá það á fjárlögunum. Þau bara standa svolítið eins og klettur, veiðigjöldin, það ekkert sem að breytist þarna. Þetta bara þessir, við höfum oft sagt að talað þessi 3 framsóknarflokka, það allavega þannig að yfirhöndina í Vinstri grænum hefur núna gamli armurinn og ég ekki farin að sjá þennan frjálslynda arm Vinstri grænna ráða einhverju eða hafi eitthvað að segja í ríkisstjórnarsamstarfinu. Þorgerður, þar ég sammálaður að þessi armur hefur yfirhöndina núna og kannski þetta svona fífulbrekkuleg bjartsýni í mér að trúa því að svona sé þetta, en ég veit að innan þingliðsins þá eru miklu frjálslyndar raddir og þær þurfa að heyrast og sá hluti flokksins þarf að springa betur út til þess að okkur verði unnt að mynda meirihlutastjórn þessi gildi. Örstutt í lokin, ég meina maður sér það bara í skoðanakönnunum hvernig þetta svona allt saman að þróast og stuðningur við ríkisstjórnarinnar dalandi, hann komin vel yfir undir 40% núna í nýjustu könnunum MMR, Sjálfstæðisflokkurinn fara að mælast undir 20%, þessi 3 flokkar ættu enga möguleika samkvæmt þessum könnunum að mynda ríkisstjórn sem staðan í dag, á meðan allir stjórnarandstöðuflokkarnir að bæta við sig. Við erum búin að fara yfir þetta, hvers konar mál eru framundan. Þau eru öll erfið mál og kannski sum þessara mála verða mjög erfið fyrir ólíka flokka sem mynda ríkisstjórnana að finna einhverja samleið Eru það að sjá fyrir ykkur að ríkisstjórnin geti setið út kjörtímabilið? Nei, ég hef aldrei haft trú á því. Í rauninni hjó ég eftir því að fylgi við ríkisstjórnina hér á landi komið undir það sem fylgi Trumps í Bandaríkjunum og það eru dálítið merkileg tíðindi. Sko, ég bara trúi ekki og hef enga trú á því að Vinstri græn treysti sér til þess að fara í kosningar og starfa í þessari ríkisstjórn fram að síðustu stundu. Það mun einfaldlega verða þeim bara mjög dýrkeypt vegna þess að þau eru að verja málstað sem ég trúi ekki að þau trúi á. Ég trúi ekki á því. Ég trúi ekki á það að þau ætla að láta allar byrðarnar núna í lægðinni leggjast á veikustu hópana. Ef að það þá bara þessi flokkur minna virði heldur en að ég hélt að hann væri. Já, ég held og ég hef reyndar haft þá skoðun að þessi ríkisstjórn myndi setja út kjörtímabilið en svona kannski ólíklegra núna en ég held að hún myndi setja ansi lengi og það bara þessar gömlu ástæður fyrir því Framsóknarflokknum hinum eina sanna líður mjög vel alltaf við ríkisstjórnarsamstarf, hann aldrei talað hann mun gera allt til þess að halda ríkisstjórninni saman og fyrir Sjálfstæðisflokkinn að það væri mikil niðurlæging ef að þriðja ríkisstjórnin í röð sem hann situr í myndi flosna upp á miðju kjörtímabili þannig að það kannski undirstrika það hann ekki þessi kjölfesta lengur. Ég held að kjarasamningar þeir verða erfiðir en ríkisstjórnin muni gefa mjög eftir víða með góðu eða illu. Ég held að þessi ríkisstjórn muni sitja lengur og þreyja þorrann eins lengi og hún getur. Og það verður á kostnað þeirra sem að minna mega sín í samfélaginu og alls konar mála sem að við erum sammála. Leggjum undir. Við leggjum undir. Ég styð þetta. Hvað lagt undir? Já, það bara góð rauðinslaska. Já, bara betri tíð og við verðum ennþá brattar, já, ný ríkisstjórn, það frekar það. Ef að Logi vinnur þetta veðmál þá komið og þú hafendur á rauðinslusku eitthvað tímann síðan meir. Góðu lokaár, takk kærlega fyrir komuna Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Logi Einarsson. Við komum aftur vörmu spori eftir auglýsingar.